Frá örófi alda hafa menn horft á fuglana líða loftin og látið sig dreyma. Sá draumur var aðeins fjarlægur draumur, eða það héldu menn. Á 18. öld voru 2 bræður, Montgolfier-bræðurnir, sem breyttu þeirri hugsun. Þeir uppgötvuðu loftbelginn. Það var í fyrsta skipti sem manni tókst að fljúga á svona fuglunum. Þetta fékk aðra menn til þess að hugsa, nýjar hugmyndir komu upp á yfirborðið. Þeir fylgdust með fuglunum, reyndu að skilja hvernig þeir flygu og prófuðu sig áfram með eftirlíkingar. Í byrjun 19. aldar hafði mönnum tekist að smíða svifflugu, flugvél sem svífur fyrir vindi en óstýranleg. Miðja 19. öld var svo maður að nafni George Cayley sem smíðaði svifflugu sem gat borið mann. 2 bræður að nafni Wilbur og Orville Wright heyrðu af tilraununum og fengu gríðarlegan áhuga á flugi. Þeir kynntu sér allar upplýsingar sem til voru mannað flug og hófust handa við rannsóknir og tilraunir. Wright-bræðurnir eyddu miklum tíma í að rannsaka flug fugla. Þeir uppgötvuðu að fuglar svifu í gegnum vindinn án vandkvæða. Loftið sem blés sveigða vængi fuglanna orsakaði lyftu. Þeir gerðu 3 misheppnaðar tilraunir en sú 4. heppnaðist. Þeir byrjuðu á svifflugum en þróuðu hugmyndina smátt og smátt yfir í nútímalegri verkfræði. Fyrsta tilraunin var gerð árið 1900, lítil tvíþekja með pláss fyrir 1 flugmann liggjandi undir væng fyrir miðju hennar. Vindurinn var ekki nógu sterkur til að hann gæti svifið með mann um borð. Í annarri tilraun var flugvélin nánast 2-falt stærri. Hlutföll vélarinnar voru eftirlíking af vél Cayley en bræðrunum varð þó ljóst eftir að hafa reynt að fljúga henni að hlutföllin voru röng. Í framhaldinu ákváðu þeir að stóla einungis á eigin rannsóknir og gerðu 3. tilraun. 3. flugvélin var enn stærri en þær fyrri og einnig með stýri og stéli. Samt sem áður var þeim ekki fullnægt svo þeir byrjuðu hugmyndavinnu að nýju. Árið 1903 gerðu bræðurnir 4. tilraunina, enn stærri flugur með hreyflum og vélarafli. Þeir höfðu breytt mannkynssögunni. Fyrsta vélknúna mannaða flugið átti sér stað fimmtudagsmorguninn 17. desember árið 1903. Það voru bræðurnir Wilbur og Orville Wright sem hönnuðu og smíðuðu vélina. Orville flaug vélinni og flugvélin fór 120 fet á rúmum 12 sekúndum. Það var kalt í veðri og mikill vindur en það hindraði ekki bræðurna. Þó svo að bræðurnir hafi verið boðið öllum í nágrenninu að verða vitni atburðarins voru einungis 7 einstaklingar viðstaddir þennan merka dag. Það voru bræðurnir 2, Adam Etheridge, John Daniel sem tók myndir, Will Doe, kaupsýslumaður svæðisins, W.C. Brinkley og Johnny Moore sem var unglingsstrákur búsettur á svæðinu. Ef betur hefði viðrað, hefðu líklega fleiri séð flugvélina stíga til lofts, en þau fáu sem komu nutu þá heiðursins að vera viðstaddir við þessi merku tímamót í sögu mannkyns.